fyrsta dagskrárlið. Nei, því miður ekki séns. Það er bókun. Hver þú? Það er bókun Framsóknar og flugvallarinnar Sjálfstæðisflokk undir fyrsta lið. Ertu búin að skera það? Ég ætla ekki að skera það niður vegna þess að borgarstjóri talaði svo lengi að ég fyrir ekki til þess að geta jafnræðis að þá höfum við bókunna mjög langa þannig að ég mun vera í 2 klukkutíma að lesa hann upp. Húsnæðisáætlun meirihlutans er því miður gamlar fréttir í nýjum umbúðum. Athyglisvert er að sjá hvernig meirihlutinn tekur vanefndir síðustu árum uppbyggingu og rúlar þeim inn í nýjar áætlunum meðan það er deginum ljósara að meirihlutanum hefur hingað til gengið illa framfylgja eigin áætlunum. Einstrengisleg þéttingarstefna og lóðarskotastefna hefur stórauki húsnæðisvandann í borginni. Síðustu árin hefur borgarstjóri þulið upp hvað fasteignafélögin er að byggja í borginni ætla að fara að byggja í borginni á lóðum sem hafa verið í höndum þessara félaga lengi. Hann hefur hins vegar ekki verið jafn duglegur við að úthluta lóðum eða framfylgja stefnum og áætlunum sem settar hafa verið. Nú eru liðin rúm 5 ár síðan húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt og ástand hefur aldrei verið verra. Í drögunum á húsnæðisáætlunni vantar upplýsingar. Það er í drögin stendur í drögunum að húsnæðisáætlun vantar upplýsingar hvernig hefur verið gengið að framfylgja áætlunum og stefnum sem vísaði til frá því að þær voru samþykktar fram til dagsins í dag, til dæmis hvernig hefur gengið að uppfylla skilyrði húsnæðisstefnu borgarna frá 2011 að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Hvernig hefur gengið á síðustu 3,5 ári að uppfylla samþykkt borgarráðs og 24.10.2013 á næstu 3 til 5 ári rísi 2.500 til 3.000 leigu- og búseturéttaríbúðir, hvort stefnan sé að bæta byggingarréttargjaldi á þær lóðir sem ekki hefur verið lagt á byggingarréttargjald áður til að það komi sem 12% stofnframlag borgarinnar, hvaða félög er að byggja á lóðunum, hvað það líður langur tími frá því að skipulagsvinna hefst, deiliskipulag samþykkt byggingarleyfi veitt og fluttur inn í íbúðir, hvort lóðurnar eru í höndum borgarinnar eða annarra, hvenær lóðum var úthlutað og hvort lóðarleigusamningar hafi verið endurnýjaðir og þá hvenær. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að gera grein fyrir bókun sinni og sínum flokki undir fyrsta dagskrárlið. Forseti mun ekki taka við þessari bókun þar sem hún er meira heldur en 200 orð. Samkvæmt samþykktum borgarstjórnar ber fulltrúanum skylda til þess að hafa sínar bókanir undir 200 orð og þar með bókast þessi fundargerð ekki inn í fundargerð borgarstjórnar. Borgarfulltrúanum er heimilt að stytta sína bókun og gefi þeir tækifæri á því að gera það hér með. Þá ætlar fulltrúar meirihlutans að koma hingað upp og gera grein fyrir sinni bókun undir þessum fyrsta dagskrárlið. Er einhverja bókanir? Já, það er nokkra sekundur í það. Ég skil ekki. Þá kemur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon upp og gerir athugasemd varðandi fundarsköp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er nú langt liðið á kvöld og svona, ýmislegt sem það hefur haft í för með sér á þessum fundi. En ég held nú samt að við eigum að halda í reglu, halda hefðir ákveðnar hefðir og venjur sem hér hafa skapast í sölum borgarstjórnar fundarstjórn. Og við óskuðum eftir í áðan borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að það er endurtekin inn að atkvæðagreiðsla út af samþykktum fjölmenningarráð. Ég ítreka það ósk mín og ósk eftir við því verið orðið. Það eru mörg dæmi það hefur verið gert. Og svo verið að segja út af lengd bókana, þá stendur að ef menn rétt að bókanir skuli að jafnaði vera ekki fara yfir 200 orð og mér finnst nú svona í ljósi þess að hér stórt mál að ræða, svo stórt mál að forseti ákvaði í upphafi fundar að víkja frá tímamörkum og borgarstjóri hélt hérna eina lengstu ræðu sem hefur verið haldin í borgarstjórn nokkuð tíman og næstu í 2 tímar. Þá finnst mér nú ekki 100 í hættunni þó að menn horfið fram hjá því að þessi bókun sé rúmlega 200 orð. Verð að segja að ég er mjög undrandi
undrandi sér ljósi stærðar málsins ef það verður ekki orðið þeirri beiðni. Svo ítreka ég þessa beiðni aftur að atkvæðagreiðslan verði endurtekin. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gert athugasemdir varðandi fundarsköp. Forseti ítrekar það að borgarfulltrúanum hefur verið boðið upp á að stytta sína bókun. Hún fer langt fram yfir þau lágmörk sem að við gerum meðum við hér. Þannig að það er svo það sé sagt, það er búið að bera undir og klára dagskrá og borgarfulltrúum ber bara skylda að fylgjast með kosningum og því sem framfyrir þessum fundum, en ég tek ekki tillit til þessa athugasemda. Þá kemur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hingað upp og gerir athugasemd varðandi fundarsköp og vonandi með stytta bókun. Forseti, borgarfulltrúar, ég verði eiginlega að lýsa óánægju minni yfir fundarstjórn á þessu fundi, þar sem að það er ákveðið að brjóta þessa reglu sem hefur viðgengist hér að fara eftir ræðutíma þegar borgarstjóri heldur hér næstu í 2 klukkustunda langa ræðu og það er ekki meirihlutinn og forseti borgarstjórnar getur ekki gættur jafnræðis að við í minnihlutanum 6 manns getum lagt fram bókum upp á 283 orð, 283 ár þegar við erum búin að sitja undir 2 klukkustunda langu fyrirlestri frá borgarstjóra. Við getum gert eitt. Við leggjum fram helmingurinn af borgarfulltrúunum í flokkunum, helming bókunarinnar og hinn helmingurinn leggur fram seinni helmingin. Með því leggjum við fram 2 bókanir í minnihlutanum vegna þessarar slöku fundarstjórnar. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir komið hingað upp og gert grein fyrir, komið með Þeir lesi þetta í tvennu lagi bókana frá? Tvennu lagi, það er bara búið upp á eina bókun og ef hún getur ekki verið innan 200 orða þá er hún ekki tekin inn sem inn á fundargerð. Hver fann 2 bókanir? Undir einum dagskrárlið. Já, helmingurinn á okkur. Já, bara flott. Já. Ég var undan í fundsköpum. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óska eftir því að koma hingað upp varðandi fundarsköp. Hér hafa engin fundarsköp í rauninni verið brotin. Það er allt samkvæmt prótókolli. Það er beðið ótakmarkaðan ræðutíma við 1 dagskrárlið og við því var orðið. Og ef við ætlum að geta jafnræðis þá myndi ég verða líka, ég sem forseti, þá að stýra hérna fundi vegna þess að hér hefur komið frá gagnrýni á mig. Það myndi líka verða við því ef að einhver úr minnihlutanum kæmi og bæði mig ótakmarkaðan ræðutíma og þá myndi ég fara eftir þeim reglum sem eru gefnar sem að borgarfulltrúar ættu að hafa kynnt sér. Þannig að hér hafa engin fundarsköp í rauninni verið eitthvað brotin. Hins vegar er bara eðlis ólíkt hvað varðar bókanir. Þá hefði forseti væntanlega átt að segja, já, við þennan ótakmarkaða lið, þennan ræðutíma, að þá ætlum við að hafa bara bókanir upp á doktorsritgerð. En það var ekki sagt. Þannig að við förum eftir reglum fundarsköp sem hafa ekki verið brotin. Þannig að ég vil bara ítreka það að forseti gætir jafnræðis í öllu sínu starfi og þessi fundarstjórn hér hefur bara verið með, hefur aldeilis verið skemmtileg og góð. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir komið hingað upp og gerð athugasemdir varðandi fundarsköp. Það var fleiri borgarfulltrúar beðið orðið. Það er dagskráin tæmd, þannig er það að gera athugasemdir varðandi fundarsköp. Ok, hver er þá fyrstur? Má koma endalaust upp varðandi þetta? Nei, með að koma 3 árs. Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, ég geri athugasemdir við fundarstjórnina. Mér finnst þetta bara ótrúlega ósveigjanleg framkoma gagnvart minnihlutanum. Einhver örfá orð til eða frá í þessari ótrúlega löngu málsmeðferð fyrsta dagskrárliðs þessa fundar. Mér finnst bara að fólk eigi að sýna meiri sveigjanleika. Og það að vil ekki taka upp eina afgreiðslu sem við fórum fram á,
það skil ég ekki. Þetta hefur bara verið oft verið gert og núna að því að frú forseti er orðin þreytt að því að hennar eigi fólk talaði svo opaslega lengi, það á bara ekki að bitna okkur. Það á ekki að bitna okkur. Mér finnst þetta bara, ég bara gerir verulegar athugasemdir við þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að koma upp og gera athugasemdir varðandi fundarsköp. Þá kemur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon upp og gerir athugasemd varðandi fundarsköp. Já, forseti, góður borgarfulltrúar, ég held að forsetinn sem situr hér var að grínast þegar hann neitaði okkur að þegar við báðum nokkrum sekúndum eftir atkvæðagreiðslu lauk að fá endurtakana, eins og hefur bara fullir ég komið fyrir töluvert oft áður. Og Lísi, ef hún ætlar að standa, ég var nú að bíða eftir því að aðrir úr meirihlutanum myndu nú svona reyna að koma vitinu fyrir hana, borgarstjóri eða eitthvað sko, en ef svo ekki þá bara verði að lýsa yfir mikilli vanþóknun á þessum vinnubrögðum. Og ég tel að hér sé brotið með ákveðnum hætti í blað í samskiptum okkar í borgarstjórn því að síðustu árin og sérstaklega þegar sá forseti sem situr hér núna hefur stjórnað fundi, þá hefur verið brugðið með ýmsum hætti út frá hér venjum og reglum og menn hafa svona séð gegnum fingur sem það. En ef forsetinn ætlar að nota þetta tækifæri til að vera ósegjanlegur gagnvart minnihlutanum og ætlar að standa við það, þá sjálfsögðu munum við fara að fylgjast til betur með stjórnfunda og fara fram á fyllstu formfestu ef það er það sem meirihlutin vill. Kannski er það bara best. En ég lýsi semst yfir vanþóknuninni minni og bið forseta að endurskoða hugsun í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að koma hingað upp og gera athugasemd varðandi fundarsköp. Þá hefur fulltrúi meirihlutans boða bókun undir fyrsta dagskrárlið, má bjóða fulltrúum einhverjum að koma hingað upp og lesa upp þá bókun. Þeir borgarfulltrúar sem að fyrirgefðu, vildi? Já, fyrirgefðu. Þá hefur Börkur Gunnarsson óskað eftir því borgarfulltrúum að koma hingað upp og gera athugasemd varðandi fundarsköp. Borgarstjóri, forseti, ég vil líka segja eins og mér finnst þetta alveg ótrúlega óvænt og ósanngjörn óbilgirni sem kemur allt í einu upp hérna, því að ég hef ekki verið lengi í borgarmálunum en hef vorið vitni af endurtekningu á kosningu margoft sinn og sérstaklega þegar tekið tillit til þess að lengd fundarins er náttúrulega út af ótrúlega löngu ræði frá meirihlutanum en ekki minnihlutanum. Það er ekki eins og minnihlutina að vera með eitthvað skrýtnar og langar ræður. Og borgarfulltrúi Börkur Gunnarsson lokið við það að gera athugasemd varðandi fundarsköp og þá má bjóða fulltrúa meirihlutans að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun undir fyrsta dagskrárlið. Ég forseti á borgarstjórn, ég gerir grein fyrir bókun meirihlutans undir fyrsta lið, svohljóðandi. Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar er í senn róttæk, félagsleg og stórhuga. Reykjavík hefur með átaki í skipulagi tryggt fjölbreytt byggingarsvæði fyrir allar gerðir íbúða með áherslu á litlar og meðalstórar íbúðir á grundvelli markmiða húsnæði fyrir alla, félagslega blöndun og aðalskipulag Reykjavíkur. Borgin leggur samanlagt fram 57 milljarða til fjárfestinga, húsnæðisstuðnings og sérstakra búsetuúrræða næstu 5 ár. Húsnæðisáætlunin veitir kærkomna yfirsýn yfir framgang þessara mála. Byggingarsvæði fyrir yfir 2500 íbúðir eru komin á framkvæmdastigi í borginu og fjölgar hratt. Að auki liggja fyrir í staðfestu skipulagi 4000 íbúðir.
Að auki liggja fyrir staðfestu skipulagi 4.000 íbúðir. Þetta ekki nógu vel unnið. Ég þarf að koma aftur. Við erum með þetta Já, endilega fulltrúi, endilega senda bókarnir og þú mátt gjarna koma einhver upp og lesa þetta upp. Ég les hér upp bókun sem að ég, Börkur og Sveinbjörg leggjum fram. Húsnæðisáætlun meirihlutans er því miður gamlar fréttir í nýjum umbúðum. Athyglisvert er að sjá hvernig meirihlutinn tekur vanefndir síðustu ára uppbyggingu og rúlar þeim inn í nýjar áætlunir, á meðan það er deginum ljósara að meirihlutanum hefur hingað til gengið illa að framfylgja eigin áætlunum. Einstrengisleg þéttingarstefna og lóðaskortsstefna hefur stóraukið húsnæðisvandann í borginni. Síðustu árin hefur borgarstjóri þulið upp hvað fasteignafélögin eru að byggja í borginni eða ætla að fara að byggja í borginni á lóðum sem hafa verið í höndum þessara félaga lengi. Hann hefur hins vegar ekki verið jafn duglegur við að úthluta lóðum eða framfylgja stefnum og áætlunum sem settar hafa verið. Nú eru liðin rúm 5 ár síðan húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt og ástandið hefur aldrei verið verra. Það hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við að lesa upp bókun og þá kemur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti borgarfulltrúar, þá les ég upp bókun sem að ég, Kjartan og Marta eru með. Í drögunum á húsnæðisáætlunni vantar upplýsingar hvernig hefur gengið að framfylgja áætlunum og stefnum sem vísaði til frá því að þær voru samþykktar fram til dagsins í dag, til dæmis hvernig hefur gengið að uppfylla skilyrði húsnæðisstefnu borgarinnar frá 2011 allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði viðráðanlegu verði hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki, hvernig hefur gengið á síðustu 3,5 ári að uppfylla samþykki borgarans og 24.10.2013 að á næstu 3-5 árum rísi 2.500–3.000 leigu- og búseturéttar íbúðir, hvort stefnan sé að bæta byggingarréttargjald á lóðir sem ekki hefur verið lagt á byggingarréttargjald áður til að það komi sem 12% stofnframlag borgarna, hvað félög eru að byggja á lóðunum, hvað það líður langur tími frá því að skipulagsvinna hefst, deiliskipulag, samþykkt byggingarleyfi er veitt og fluttir inn í íbúðir, hvort lóðirnar eru í höndum borgarinnar eða annarra, hvenær lóði var úthlutað og hvort lóðalegu samningur hefur verið endurnýjaður og þó hvenær. Það hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun undir 1. dagskrárlið. Hafa fulltrúar meirihlutans hugsað sér að koma hingað upp og gera grein fyrir sinni bókun undir 1. dagskrárlið og senda okkur 1. og 2. Freyju bókunina. Þá kemur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hingað upp og gerir grein fyrir bókun undir hvaða dagskrárlið og vinsamlegast senda okkur þessa bókun. Góðir borgarfulltrúar, ég þakka Líf Magnúsdóttur fyrir að taka stjórn á fundinum, en það er sá sem situr í forsetastóli ekki farið það. En bókun okkar undir öðru lið hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og Flugvallarvina styðja aðgerðaáætlun í leikskólamálum en telja að varðandi fjölgun leikskólarýma þurfi að taka meira tillit til spurnar eftir leikskólaþjónustu í einstökum hverfum borgarinnar en gert er. Svo virðist þeim aðeins 5% af fyrirhugaðri fjölgun leikskólarýma kom í hlut Breiðholts en í því hverfi búa hins vegar rúmlega 17% borgarbúa. Þá er lagt til að niðurgreiðslur vegna barna hjá dagforeldrum verði hækkaðar 25% í stað þeirra 10% hækkunar
sem lagt til samkvæmt aðgerðaáætluninni. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur hann lokið við að gera grein fyrir bókun sinni undir öðrum dagskrárlið og vinsælast senda okkur bókunina. Þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson kemur hingað upp og gerir grein fyrir bókun meirihlutans undir 1. dagskrárlið. Forseti og borgarstjórn, ég ætla að gera aðra tilraun. Afsakið tímasóunina. Þetta fyrir að vera búið. Bókunin svohljóðandi: Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar í senn róttæk, félagsleg og stórhuga. Reykjavík hefur með átaki í skipulagi tryggt fjölbreytt byggingarsvæði fyrir allar gerðir íbúða með áherslu á litlar og meðalstórar íbúðir á grundvelli markmiða húsnæði fyrir alla, félagslega blöndun og aðalskipulag Reykjavíkur. Borgin leggur samanlagt fram 59 milljarða til fjárfestinga, húsnæðisstuðnings og sérstakra búsetuúrræða næstu 5 ár. Húsnæðisáætlun veitir kærkomna yfirsýn yfir framgang þessara mála. Byggingarsvæði fyrir yfir 2500 íbúðir eru komin á framkvæmdastigi í borginu og fjölgar hratt. Byggingarsvæði fyrir yfir 2500 íbúðir að auki liggja fyrir í staðfestu skipulagi og 4000 íbúðir eru í formlegu skipulagsferli. Auk þess eru svæði fyrir rúmlega 9000 íbúðir í þróun. Megin áhersla í húsnæðisáætlun borgarinnar er á samstarf við byggingarfélög sem reisa íbúðir án hagnaðarsjónarmiða. Alls eru 3700 staðfest áform íbúðir fyrir stúdenta, eldri borgara, fjölskyldur með lægri og millitekjur og búsetu. Á öllum nýjum þróunarsvæðum hefur verið samið að hlutfall leigu- og búseturéttar íbúða á hverju uppbyggingarsvæði verði 20 til 25%. Jafnframt hefur verið samið að félagsbústaðir hafi kauprétt að 5% af öllum nýjum íbúðum. Hvort tveggja til að tryggja félagslega blöndun alla borg. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið við það að gera grein fyrir bókun meirihlutans undir 1. dagskrárlið. Mig langar svo að biðja borgarfulltrúa að senda okkur þessa bókun. Það yrði svo ógeðslega, myndi muna svo rosalega miklu. Þá dagskráin tæmd og einnig allar bókanir. Það eru fleiri bókanir undir dagskrárlið, númer. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kemur hingað upp og gerir grein fyrir bókun undir 5. dagskrárlið. Borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallavinna og Sjálfstæðisflokksins bóka svohljóðandi undir 5. dagskrárlið. Seljalið var ein af þeim eignum sem færðar voru úr eignarsjóði borgarna yfir til félagsbústaða í lok síðasta árs og áttu engar breytingar að verða því samhliða fyrir íbúa eins og staðfest var í svari til borgarráðs 2. mars 2016. Reyndin hefur önnur. Borgarfulltrúar hafa ítrekað heyrt vandmeðfarna stöðu í fjölmiðlum bæði leiguhækkanir, íbúðarúrræði sem ekki eru fullnægjandi til að fá húsnæðisstyrk, skort á upplýsingu til íbúa, skort á samráð og nú síðast að virkir fíklar hafi búsetu þar. Meirihluti sem kennist við samráð og gagnsæi fær fallengur þegar kemur að málefnum Seljahlíðar, enda flaustursleg vinnubrögð sem einkenna ákvörðunartökur í hvívetna þegar kemur að íbúum Seljahlíðar. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við það að gera grein fyrir sinni bókun. Þá kemur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og gerir grein fyrir bókun undir 4. dagskrárlið. Hefur borgarfulltrúin sendt okkur þessa bókun? Já, ég er búin að senda hana. Takk. Já, ég kynni hérna bókun okkar sjálfstæðismanna og Framsóknar og Flugvallarvinna sem hljóðar svo: Borgarstjórnar meirihlutin öðrum fremur ábyrgur fyrir því neyðarástandi sem ríkir í húsnæðismálum með langvarandi lóðaskortsstefnu sinni. Einblínt á að nær öll uppbygging fari fram á dýrum þéttingarreitum sem að mestu í eigu fjársterkra aðila, sjóða og banka en ekki í eigu borgarinnar. Mikilvæg forsenda þess að lækka húsnæðiskostnað að auka framboð á lóðum í eigu borgarinnar á viðráðanlegu verði. Úthlutun lóði geldingarnir sem myndi stórauka framboð á byggingarlóðum í Reykjavík á viðráðanlegu verði og þannig hafa afgerandi jákvæð áhrif á íbúðar- og leigumarkaði. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun undir 4. dagskrárlið. Hafa allar bókanir verið tæmdar? Nei, svo ekki. Það vantar eina bókun.
Þá kemur Magnús Már, borgarfulltrúi Guðmundsson, hingað upp og gerir grein fyrir bókun undir 4. dagskrárlið. Getur það passa? Sirka bát. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, frú forseti. Við bókunum meirihlutans í lið 4, tillögu íbúðabyggð í Geldinganesi. Hún hljóðar svona: Íbúðabyggð í Geldinganesi var til ítarlegrar skoðunar við gerð síðasta aðalskipulags Reykjavíkur. Horfið var frá því að gera ráð fyrir íbúðabyggð á gildistíma skipulagsins vegna áhrifa slíkrar byggðar á umhverfi og umferð, samgöngukostnað og fleira. Húsnæðismálin, svæði og reitir sem geta samkvæmt gildandi skipulagi komið til uppbyggingar á næstu árum hafa verið og eiga að vera í algjörum forgangi umhverfis og skipulagsviðs. Skoðun og skipulag á Geldinganesi er ekki þar á meðal og er engin lausn á núverandi ástandi á húsnæðismarkaði. Takk. Það er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið við að gera grein fyrir bókun undir 4. dagskrárlið. Það verður ótrúlega gott að fá þetta sent í tölvupósti. Í tölvupósti eða facefaxið, þið meira á það. Eru enn einhverjar ólesnar bókanir sem að fulltrúar hafa boðað á þessum dásamlega borgarstjórafundi? Ef svo er ekki, þá segjum þessum fundi slítið. Ég segi takk fyrir að góða fel og takk fyrir að kjósa Reykjavík klukkan 5 mínútur yfir 12.